safnaðarins í Reykjavík heilsum við landsmönnum öllum og bjóðum þá velkomna til guðsþjónustu Halls í nafni Jesú Krist. Við biðjum forseta vorum frú Vigdísi Finnbogadóttur blessunar drottins og náðar. Valsmönnum biðjum við visku til stjórnar landi og þjóð. Syrgjendum og sorgmættum sendum við fyrirbænir og kveðjur héðan og biðjum þeim huggunar Jesú Krist. Blessun drottins veri með sérhverju vinnandi hendi til lands og til sjávar. Við erum þakklátt fyrir þetta tækifæri sem við höfum hér í dag til að koma fram í Ríkisútvarpinu og flytja fram þann boðskap sem nauðsynlegur og liggur á hjörtum okkar. 19. október 1969 fór fram vígsla þessarar kirkju, svo því eru rétt 14 ár síðan að hún var tekin í notkun. Á haustdögum þegar fyrstu einkenni vetrar hafa komið yfir land okkar, þá vorloft í hreyfingu okkar. Ég samfagna þeim ungmennum sem í Vestmannaeyjum ætla að ganga sama veg og Jesús gekk og láta stýrast í dag. Samfagnaður minna einnig norður á Akureyri til Ísafjarðar í Kirkjulækjarkot og til allra þeirra nærri 20 sem gengið hafa sömu leið hér í Reykjavík á þessu ári. Á sunnudaginn kemur 23. október vígjum við skóla Ásu Jónsdóttur í Völvufelli 11 í Breiðholti sem nýja starfsmiðstöð í því borgarhverfi. Kaup á þeirri veglegu byggingu voru gerð í fyrradag. Þar verður kennt eins og áður. Reynt verður að benda á veg sjálfbræðisins til frelsis fyrir Jesú Krist, regbindindis og reglusemi. Þarna komið langt frá bænasvar fyrir söfnuðin og ég flyt þakkir öllum þeim hluteigamáli og unnu að því að þetta gat orðið raunveruleiki. Á þessum haustdögum drungi í hjörtum margra manna og ekki birta eða fögnuður gagnvart komandi vetri. En fólkið, þjóðin, ef hún myndi læra af reynslu genginna kynslóða, þá myndi hér hvorki þrífast vol eða víl. Við eigum landið eins og það með kostum þess og göllum, þessa stóru landhelgi sem við njótum svo til einir, samkvæmt upplýsingum Varnaráðs Íslands sem ég fékk í fyrradag, þá drakk þjóðin brennivín fyrir meira en 402 milljónir fyrstu 6 mánuði ársins. Þetta finnst mér hróðalegt. Þar þá fólk slíkt kjörið að kveina og kvarta nefnaleysi. Mér finnst þessar 402 milljónir vera alveg umfram nauðþurftir og hvorki þar undirskriftir eða hóp samansafnað manna til þess að mótmæla kjörum þegar þetta brauðlás sé stað á altari Bakkusar. Ég kannski svo þunnur að ég fæ þetta ekki inn í mitt höfuð en ég mótmæli þessu framferði þjóðarinnar og tel að hér þurfi virkilega að verða á breyting. Sambýli þjóðarinnar við landið hefur sýnt í gegnum aldur af forsjálni og vit hefur þurft til að laga sig að aðstæðum. Þegar það hefur verið gert þá hefur hvorki drepsóttir, hallæri eða jarðhræringar megnað að yfirbuga fólkið í landinu sem hefur notfært sér trúna á Guð vors lands og þannig sigrað allar andstæður og mótstæður. Á liðnu sumri var haldið upp á 200 ára afmæli minningar skaftárelda og móðuharðinda. Þjóðin minntist Klerksins fræga Jón Steingrímssonar sem leiddi samsýslunga sína til sigur yfir ógnum og skelfingum móðurharðinda. Þeir flúðu hvergi og eru stofnað því fólki sem byggir hið stórbrotna Skaftárþing eða Skaftafells sýslu.
Á útlíðandi sumri var einnig minnst 10 ára gosloka í Vestmannaeyjum. Hetjudáðir Eyjamanna og samstaða þjóðarinnar með þeim var kunnum víðan heim. Þar lagðist fólki kröfunar á sjálft sig og í trú á drottinn sinn hófst hin mikla uppbygging til blessunar fyrir land og þjóð. Það er fullyrt að einhver Eyjamenn hafi grætt efnalega á gosinu en þeir eignuðust reynslu sem er dýrmætara en silfur og gull. Tveir atburðir í sögu þjóðarinnar finnst mér gnæfa hátt sem ég leyfi mér að vitna til. Þeim var ekki mætt með undirskriftum og hópkröfum á nokkurn hátt og ég vil mæla með til athugunar fyrir land og líf hvort að þessar leiðir séu ekki færar enn í dag sem teknar voru á mjög örlagaríkum tímum sem voru miklu alvarlegri heldur þeir dagar sem við lifum nú og þeir þola engan samanburð. Ég er sögumaður og gleðst yfir því að tilheyra söguþjóðinni sem byggir þetta land og ég er hérna með Íslendingasögunar, fyrsta bindi Landsaga og landnám, Guðni Jónsson prófessor bjó til prentunar, Íslendingasagnaútgáfa 1953, viðauki Skarðsál bókar og ég bið þjóðin að hlusta. Hún heldur upp á þessa sögu og hún má taka hana sér til lærdóms og til eftirbreytni. Óalda vetur. Óalda vetur var mikill á Íslandi í heiðni í þann tíma Haraldur konungur gráfelldur féll, en Hákon Jarl tók ríki í Noregi. Það höfðu mestur verið á Íslandi. Þá átu menn hrafna og melrakka og mörg óóta nýll var etin. Því miður þá var ekki til útsölu kjöt. Þá sultu margir menn til bana, gamalmönnum var hrint fyrir hamra og sumir lögðust út að stela og urðu fyrir það sekir og drepnir. 80 vetrum síðar var önnur óáran. Þá hófst hann vetur Íslaugur tók biskup Íslaugur Albótt af Brima biskupi. Það var daga Haralds konungs Sigurðarsonar í Noregi. En þann fyrsta vetur Íslaugur biskup var á Íslandi var manndauði sem mestur á Íslandi af sulti. Þá var allt etið sem tönn festi á. Takið nú eftir. Sumarið lét biskup því heita á þingi að menn skyldu fasta hinn 12. dag jóla 3 ár. Var svo gert. En heitið var, batnaði þegar veðrátta og var sumarið besta. En veturinn eftir var svo góður að enginn kom þá fel í jörð og gengu menn berfættir til tíðan jól en húsuðu lögðu garða og forra. En næsta sumar eftir það var í lög tekið að jafna skyldi fasta hinn 12. dag jóla ef eigi bæri upp á drottins stað. Guð gefi að þessi tótt þá er heist frá ráðamönnum þjóðarinnar, þá er heist frá Alþingi sjálfu sem er löggjafavald og þá var þetta í lög tekið sem bót og hjálp við sárum, raunum og meinum og ótíð að það skyldi fasta, þjóðin skyldi falla fram fyrir Guði í bæn og í föstu. Því miður heyrum við þetta ekki á dagskrá í dag. Guð hjálpa okkur. Annar atburðurinn sem ég vil vitna til, hann var hræðilegur og var af manna völdum. En þá þýddi heldur engin mótmæli eða mótbárur, en þá var leiðin svo eina sem við erum að reyna að benda á hér í Fíladelfíu og biðja fólk að gefa gaum. Hann tekinn og Tyrkjan á sögu sér Ólafs Egilsson að pressa ofan eitt í Vestmannaeyjum. Ég les úr bók hans á blaðsíðu 64, bók sem er gefin út af Almenna bókafélaginu Reykjavík 1969.
og nær þeir, kirkjunni gengur til 6. Þá skutu þeir út fallstykkjum og slógu sér til samans og fóru svo fyrir innan við ei og settu svo sinn koss í hátíðisstað. Ég harður í gripinn, ég 400 Íslendingar borð 3 skipum. Þeir sigla einhverja fegustu leið sem getur í kringum allar Íslands strendur. Ég hef oft farið þessa leið, verið þarna starfandi sjómaður, mörg ár, dag og nótt og vera þarna fyrir innan, sjá Eyjafjöllin, í allri sinni fegurð og dýrð, áfram Pétursey og svo áfram Dyrhóley, hvar getur að líta fegurri sín. Og þetta horfa Íslendingarnir á og það sagt svo, og nú það auma Eyjafólk sá sinn skilnað við landið, þá var stór hryggð og eymdar kveinan þann dag allan. En þá því kveini linaði, huggaði hver annan með Guðs orði. Svo ver konur sem karlmenn, já nær því ungir og gamlir, því Guð hafði gefið því fólki mjög gott vit trú sína og sáluhjálp. Lofað sé nafni Drottins. Kæri áheyrandi, þú átt kost á þessu vitið trú og sáluhjálp. Á síðastliðnum 2 árum hefur verið dreift út meira en 8000 biblíum og það þýtt að taka bókina fram og lesa hana. Það þýtt að fara í kirkjuna eina. Það þýtt að heyra Guðs orð þar sem það útlista. Það þýtt að sækja biblíulestra og uppbyggja þig í þinni sáluhjálp svo þú getur mætt þessum erfiðu dögum sem koma munu og talað í hér sem ég lesi fyrir ykkur. Nú nálgast ég þann texta sem ég ætla að flytja ykkur Guðs orð hér í dag. Ég talað alvöru mál sem snerta þjóðina og ég spurði sjálfa mig áður en ég gekk inn í þessa guðsþjónustu og ég ætla að láta það ykkur koma fram hér. Möguleiki á því að guðlaust líf geti haft áhrif á náttúruna og allt það sem í kringum okkur Hvað segir hinn helga bók það? Ég ætla að lesa fyrir ykkur. En líður þessi þverúðar fullur og þrjóskur í hjarta. Þeir hafa vikið af leið og þeir hafa horfið burt. En sögðu ekki í hjarta sínu óttust Drottin Guðvord sem gefur oss regn, höstregn og vorregn á réttum tíma. Og við heldur handa oss ákveðnum uppskeru vikum. Misgjörðir yðar hafa fært þetta allt úr skorðum og syndir yðar hafa hrundið blessuninni burt frá yður. Íslenska þjóð, heyrð þú Guðs orð og taktu það til greina. Eitt af því sem hefur vakið athygli og umtal og varðar ákom okkar allra, það er þessar fréttir þverrandi fiskgeng. Getur það nokkuð komið inn á andlegt líf? Talar bókana nokkuð slíkt? Og bara ekki að leita til fiskifræðinga og spurja þá álits. Ekki vilja lítið sviða þeirra störf og þeirra verk. Þeir eru ekki alvitrið. En ég gríp henni í Hóseabók 4. kapítul á versi nr. 3. Fyrir því drúpir landið og allt vistna sem í því jafnvel dýr merkurinnar og fuglar himinsins og enda fiskarnir í sjónum eru horfnir burt. Vegna þess að fólkið hefur ekki gengið á vegi Guðs ríkis og ekki spurt veg eða vilja Drottins. Þegar Jesús var að tala við lærisveina sína þá sagði hann við þá í heiminum hafa þið þrenging. Verið hughröstir, ég vil sigrað heiminn. Og í Jóhannesarbréfinu 4. 5. kapítulunum talaði að heimurinn hann liggur í vonda. Hinu vonda.
En hann þarf ekki að liggja í hinu vonda fyrir þá einstaklinga sem taka ákveðna trú á Drottinn og vilja ganga Guðs veg. Og þegar að það er gert, þá fá menn fyrst að njóta lífsins og ganga í takt við tilveruna og vilja Guðs. Það sem liggur á hjarta mínu að flytja ykkur í dag frá orði Guðs er síðasta bæn Biblíunnar og kemur heim við þann söng sem kórinn var að syngja áðan endurkomu Jesú Krist. Í Biblíunni eru margar bænir og við biðjum og menn finna þörf á sér að ákalla Drottinn og allir þekkja bænina Faðir vor sem er hinn fullkomnasta bæn sem beðin hefur verið. Síðasta bæn Biblíunnar er svona: Kom þú, Drottinn Jesús. Kom þú. Þá mun allt breytast það sem í heiminum er. Þá mun ekki vera talað blóði stokna stykkjur hvort í Afganistan eða El Salvador. Þá mun verða fríður á jörðu, fríðaríki Drottins þegar hann kemur. Þetta er mikil bæn: Kom þú, Drottinn Jesús. Ertu sammála að biðja þeirra bæna? Eftirtektarvert er líka að taka eftir því að einn af elstu spámönnum Biblíunnar var Enok, 7. maður frá Adam. Og þegar hann bar fram spádóm, þá bar hann fram einn spádóm sem er þýðingameiri en allir aðrir, og það er: Drottinn kemur, eða Drottinn er kominn með sínum heilugu 10.000. Og því áreiðanlega eru oss nú hins spámanlega orð, og það er rétt að við erum að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur ljómar og morgunstjarnar rennur upp í hjörtum íðar. Vitið það umfram allt að engin riktningar spádómur verður þýddur af sjálfum sér, því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn frá Guði knúðir af heilugum anda. Við skulum gefa gaum að hinu spámanlega orði, og spádómar Biblíunnar endurkomu Jesú Krist eru svo stórkostlegir. Ég sé hann, þó eigi nánd, en hann mun koma og veldisbroti rís upp af Ísrael og hann mun kenna þjóðunum rétt. Þetta er bæn kristninnar allan heim í dag: Kom þú, Drottinn Jesús. Einn af spámönnum Gamla testamentisins, hann fekk að sjá endurkomu Drottins Jesú Krist, og ég les fyrir ykkur úr Daníels bók: Ég horfði í nætur sínum og sjá, einhver kom á skýjum himins sem mannsynni líktist. Hann kom þangað sem hinn aldraði var fyrir og var leiddur fyrir hann. Og honum var gefið vald, heiður og ríki, svo honum skyldu þjóna allir lýðir, þjóður og tungur. Hans vald er eilíft vald sem aldrei skal undir lok líða, og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Hér sjáum við inn í heilaga þrenningu, heilagur andi var þar, og hinn aldraði var þar fyrir, og mannssonurinn kom á skýjum himins og var leiddur fyrir hann. Hvað segir svo Jesús sjálfur þessa atburði þegar hann ræðir endurkomu sína? Á mörgum stöðum í Biblíunni er talað hana, það miklu oftar talað hana heldur en upprisuna og aðrar frægar kenningar sem Biblíun hefur að geyma. En ég les fyrir ykkur, ég flyt þjóð minni orð og bið hann að vera viðbúna, því tíminn hann er í nánd. Og eins og forfeður okkar kunnu að leita huggunar í orði Guðs, og eins og séra Ólafur Egilsson sagði sína samtíð að þeir voru vel búnir og vel uppfræddir í Guðs orði til þess að mæta þeim atburðum sem áttu að koma. Þannig skulum við og gera okkur viðbúin. Drottinn er að koma. Og Jesús hann segir svo í Mattheusar Guðspjalli 24. kapitúlu og 29. vers: Þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið ekki gefa skyn sitt. Er það mögulegt? Já, sólin hefur sortnað áður.
Hún hætti að skína þegar að sonur Guðs hékk á krossinum á Golgata og dó þar fyrir syndust mannkyn. Dó þar fyrir þig og dó þar fyrir mig. Og Jesús segir að þetta muni vera topptímanna. Og í Morgunblaðinu í dag sagt frá japanskum stjörnufræðingum sem í skjóli sólmyrkurs gátu tekið sérstaka myndir af sólinni og tóku þar eftir kring sem í kringum hana. Lesið sjálf fréttinar. Það styður allt hvað annað, sannar fréttir og bókana Biblíunnar. Kraftar himnanna munu bifast, segir hann. Það eitt af táknunum fyrir komu Jesú Krist. Mannkynið hrópað aldrei aftur Hiroshima, aldrei aftur Nagasaki. Hverjar voru fréttirnar morgun? Það styðja kenningu Jesú Krist, hér munu heyrum hernað og hér munu spyrja hernað tíðindi. Og þessi tól og tæki sem verið að setja upp víða álfu okkar, því miður ritningin talar þetta verður notað. Hvers vegna? Að mannkyni sem að kalla þetta yfir sig í syndu og líferni, í fylleri og lauslæti og hórdómi og hvað illt sem sem haft á dagskrá og menn jafnvel hrósa sér af og sín enga öðrum. En þegar að kraftar himnanna munu bifast, þá mun táknmannssoninni sjást á himnum, þá munu allar kyngfisli jörðarinnar kveina. Hvers vegna? Þeir verða ekki viðbúnir þegar í miklu stundu að drottinn Jesús að koma. Þeir munu sjá mannsoninn komandi á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Gerðu þig viðbúin að mæta drottni. Hann hefur ákveðinn tilgang með komu sinni. Í fyrsta lagi stendur hér að hann mun senda út engla sína með hljómsterkum lúðri og þeir munu samansafna hans útvöldum frá áttunum fjórum himisendan á milli. Hann vill sækja þig, hann vill sækja mig og hvaða skilyrði eru það til þess að þetta uppfyllt að hann taki okkur og kannist við okkur. Það að við bíðum komu hans og það að við elskum opinberun hans. Prófaðu sjálfa þig. Ertu með í þeim hópi sem bíður og sem elskar opinberun komu hans? Tíminn hann nálgast. Ég ætla að lesa hérna eitt orð Lúkasar Guðspjalli frá lækninum Lúkas. Ég held mikið upp á hann. Ég bið Guð að blessa alla lækna og öll þeirra líknastarf. Við hér í Fíladelfíu þakkum Guði fyrir sanna þekkingu og sjáum ekki að hún getur rekist neinstaðar á trú og trúarþörf og trúarbæn. Doktor Lúkas hann skrifar svo og segir: á ýmsum stöðum munu verða hallæri og drepsóttir og verða munu voða fyrir burðir. Á sunnudaginn var sendinefnd frá elskulegu ríki Suður-Kóreu. Ég kalla elskulegt af því það er svo mikil vakning. Það er stærsti fítasinu söfnuður í heimi með yfir 300.000 meðlimum. Ég þekki persónulega leiðtoga þessar safnaðar, hef verið með þeim og samfélag við þá. Allt í einu verður sprengja mitt í röðum þeirra og þeir eru kvaddir úr þessari tilveru fyrirvaralaust. Voða fyrir burður. Erum við búin að gleyma því þegar að 269 manns voru á leið til síns heima og allt í einu verða ferðalok, sprengjur hitt á flugvélina og allir deyja og allir farast. Voða fyrir burður. Ég spyr hvað kemur næst. Áður tekið verður í gikkinn og ógnir og skelfingar fara af stað svo þriðjungur mannkyns verður þurrkaður út á einu augnabliki. Lestu opinberunarbókina 9, þá farðu upplýsingarnar. Tíminn hann nálgast.
Og hvernig nálgast tíminn, óflugaði Drottinn vil taka sinn líf í burtu frá þessu. Og hér stendur ennþá hjá lækninum Lúkas: ég segi yður, á þeirri nóttu munu tveir vera í einni hvílu. Þá er nótt á þeim stað á hnettinum. Og svo segir hann þessi alvarlegu orð: annar mun verða tekinn og hinn skilinn eftir. Hvað verður hlutskipti þitt? Hvað verður hlutskipti mitt? Verð ég tekinn heim? Ég þrái að mig langar til að fara hérna og vera með Kristi, það verður miklu betra. Ég vil ekki vera eftir skilinn í vondum og syndugum heimi. Tvær munu mala í kvöld, þá kom morgun. Og það er kvarnasteinn og mjölið er á milli, þátt að baka ferskt og gott brauð fyrir þarfir dagsins. Allt í einu þyngist róðurinn. Hvernig stendur á því? Önnur sem var að mala, hún var viðbúin og hún vænti komu Drottins og hún beið hennar. Hún elskaði Drottinn. Hún var tekin, hinn var skilin eftir. Þá munu tveir vera út á akri, það er kominn dagur. Þeir að vinna saman. Við þekkjum öflun, heyja af jörðinni og munum eftir í gamla daga þegar bundið var saman, tveir og tveir, víða teyginn. Drottinn er að koma, allt í einu annar tekinn. Og þá spyr kannski af hverju heldur ekki við bakkann? Farinn.